Já, hérna helgina verður félag 18. aldarfræði verður með ráðstefnu og það verður að kynntar rannsóknir ungra sagnfræðinga og ég nú bara búin að fá megnið af þeim hérna við rauðaborðið. Hérna Unnur Helga Vífilsdóttir og Þóra Einarsdóttir og Kolbeinn Sturla G. Heiðursson. Velkomin. Sum ykkar í námi og önnur eru búin með allavega MA-ritgerð. Herðu, sko, gaman að heyra frá því hvað að rannsaka og 18. öldina og allt svoleiðis, en mér langar aðeins að ræða bara svona, ég tala mikið við sagnfræðinga hérna. Flestir allir svona miklu eldri þið. Mér langar aðeins bara að ræða sögu við ykkur, nota tækifærið, að því að stundum maður að segja sko að við lifum á tíma þar sem svona alltaf árið 0 einhvern veginn, þið kannistu þetta svona hugmyndunum nýfrjálshyggjuna að hún vill eiginlega ekki hafa sögu og svona sögu skynjun farið. Mér finnst stundum ég verða að vara við þetta bara í almennri orðræðu, svona sjaldnar vísa til sögunar. Stundum á ég erfiðleikum með að tala við fólk svona sem komst til vits og þroska og nýfrjálshyggjarunum, erfitt að tala eldri fyrirbrigði bara eins og samvinnurhreyfing og það var bara svo skýr ykkur mynd af ykkur svona neikvæðin og ítt út á borðinu og þannig mér langaði að því að þið eru svo ung grípa tækifærið og tala bara svona gildi sögunar í samfélaginu auk þess sem ég ætla að fá aðeins að heyra frá erindunum ykkar. Þetta svona að hafið þið tilfinningu fyrir því að svona söguskilningur, almennu söguskilningur sé veikari núna en kannski var? Við höfum kannski ekki mikið tíma til samanburðar. Hversu mikið tíma hefurðu? Já, ég myndi segja að svona meðal minna jafningja þá hann ekkert eitthvað gríðarlegur, sérstaklega íslenska samhengið sko. Mér finnst fólk almennt ekki hafa svona djúpan eða góðan skilning á íslensku sögu. Það ríkir ekki beint mikil þekking nýja áhugi endilega meðal kannski einhvern kynslóða. Já, ég held að sé líka bara partur af því að við höfum svona mjög rótgróna söguskoðun það að allt hafi bara verið í volæði hérna fyrir svona 1920 eða jafnvel fyrir seinni heimsstyrjöldina. Söguskilningur sjálfstæðisbaráttunnar. Já, í rauninni. Og það er bara, þú veist, eftir að við fjöllum undir Noreg þá bara allt ömurlegt. Þangað til að við fengum sjálfstæði. Við komum hingað og það var frábært, svo mistum við sjálfstæði að það var ömurlegt, náðum við sjálfstæðin aftur og það var aftur frábært, en svo kom hrun. Það er svona í grófum dráttum. Já, það er svona það sem að fólk þekkir mest, sko. Já, það er svona, maður upplifir svolítið svona bil, þú veist, það var einhvern veginn víkingatíminn og það, og svo gerðist ekkert og svo kemur bandaríski herinn og þá einhvern veginn byrjar sagan aftur einhvern veginn. En almenna kannski hugmynd sem fólk hefur á sakfræðin að bara það gerðist ekkert á Íslandi. Já, fólk var bara í volæði og en samt hafa sakfræðingar dælt út upplýsingum þennan tíma og svona annars konar sjónarhorn á söguna. Það er eins og það bara leki ekki út í almenna stjórnmálaumræðu. Það er bara stjórnmálamenn komast upp með að vera með bara söma söguskilning og Jónas frá Hriflu. Já, en það er náttúrulega bara Ragnar nú gott dæmi það sem talar eins og hann bara aldamóti 1900. Já, en það er líka bara, okkur finnst þetta svo þægileg söguskoðun. Það vill enginn fara, við erum bara föst í þessum hjólförum og það er svo erfitt það endurnýjust ekki náttúrulega sem samfélag nema endurnýja sögu okkur, eða ekki? Nákvæmlega, en við erum bara svo föst í þessum hjólförum, þú veist, Danmörk var hræðileg við okkur og þú veist, við gerðum ekki neitt fyrir en við urðum sjálfstæð, þá allt í einu urðum við frábær og æðisleg og fyrir utan náttúrulega þjóðveldisöldina þegar við vorum sjálfstæð fyrir Noreg og allt það. Þannig að fólki finnst þetta rosalega aðlaðandi einhvern veginn söguskoðun að þegar við vorum ekki sjálfstæð þá vorum við hræðileg en þegar við erum sjálfstæð þá vorum við æðisleg. Þægilega innfall líka. Þægilega innfall bara við og þau og svona. Það skapar ekki mikið rými til endurskoðunar. Nei. En það ætti að virka ef að við værum öll svona þokkalega sammála það hvert samfélag væri að fara. Þá hefðu við endurheimt valdið frá Dönum og við værum að byggja upp gott samfélag. En líklega hefur sú tilfinningum að væri eitthvað svona samkomulag í samfélaginu hvers konar samfélag við erum byggjum hefur farið að bresta svona 1980-90
2008 eiginlega tómtmál að tala það og við sjáum það bara í minkandi trausti og stofnunum og stjórnmálum og það er svo við séum ekkert á sömu leið lengur sko. Nei, alls en kannski þurfum við nýja sögu. Já, það er kannski bara vandamál hjá okkur að vera ekki að miðla sögunni nógu vel til almennings eða eitthvað, ég veit ekki, kannski er þetta ekki nógu aðgengilegt á nógu góðu mannamáli kannski. Þá svo á síðustu 30 árum þá náttúrulega hafa koma svona nýjir svona endursýn á söguna, fleiri rannsóknir sem að kannski komið áskoranir á gömlu sagnaritunina. Þá svona það hefur svona bókin Hnignun hvaðan hnignun er alltaf frábært dæmi það. Jú, og það svona hefur svona sýnt sig sérstaklega bara meira og meira með hverju ári. Það er svona mikil breyting á sagnfræðinni. Já, algjörlega endurskoðun. Það getur líka verið þannig að sagnfræðingar rannsaka söguna og birta bara sína niðurstöður. En svona söguvitund almennings er ekki smíðuð af sagnfræðingum. Heldur að þeim sem að vilja nota söguna í einhverjum svona pólitísku tilgangi inni í bara stjórnmálabaráttu hvers tíma. Þannig var söguskilningu sjálfstæðisbaráttunar til. Algjörlega. Það var ekki einhvern veginn nýjar uppgötanir sagnfræðinga. Nei, það var ekki þannig. Nei. Það bara okkur vantar vogarafl og að ég ætla að færa okkur hingað og þá verið að nota söguna með þessu skilningi til þess að komast okkur. Já, sagan er mjög öflugt valdbeitingatæki. Algjörlega. Svona, já, ég hef verið að pæla í mjög mikið nýverið sko miðlun sögunar og í rauninni hvað það spilar stórt hlutverk í svona pólitísku samhengi og þú veist og það hefur þetta hefur verið rætt innan sagnfræðinnar held ég veit ekki hvort að sérstaklega í samhengi við innan svona í Rússland sko Pútín var gerðist pínu sagnfræðingur áður en hann réðst þarna og bjóð til einhverja sögu sko eða í rauninni, endurskapaði sögu til að passa við sitt narratív. Við áttum hennan góða tíma og svo mistum við hann og nú ætlum við að sækja hann aftur. Make America Great Again. Já, það er í rauninni svipað konsept sko. Þannig að nýta söguna sem svona réttlætingu fyrir aðgerðir stjórnvalda. En hvað gera sagnfræðingar í því? Þeir bara að sitja til hlés? Nei, við erum alltaf gagnrýnendur. Alltaf nóg að gera. Þannig ef að það er eitthvað svona undarlegu sögurskilningur sem augljóst er að fólk er að hliðra eða svona einfalda söguna, kannski þetta er nú svona sagan þannig að maður getur sagt alls konar búið til alls konar samingi á þess að vera beint að segja neitt ránt sko. Það er bara samið, maður segir að ránt í saminginu. Já, maður bara velur. Eins og það er á ensku cherry picking, bara velur það sem að hendar, tekur það úr samhengi. Það er alltaf hægt að nota allt á sitt vald. En eiga þá sagnfræðingar að segja, nei, halló, sagnfræðistofnunin, hún er ósammála þessum sögurskilningi. Eða er þetta svona eitthvað svona hlutleysis hugmyndi að við rannsökum þetta bara og erum bara inn í okkar háskólasamfélagi og hvernig niðurstöður okkar eru nýttar kemur okkur ekki við? Svolítið flókið. Já, ég held að ég veit ekki, allavega ef ég væri sagnfræðingur og mín rannsókn væri í rauninni verið að beita henni, ég er sagnfræðingur, það er rétt. Formlega tækla sér, það er starf ekki sem slíkur, en ef það væri verið að beita í rauninni minni rannsókn til að réttlæta hluti sem ég væri ekki sammála, þá myndi ég náttúrulega standa upp og segja og mótmæla því, sko. Það er af því ég held að eitt af það sem að lærir mjög snemma í sagnfræðinni er að algjört hlutleysi það er ekki til. Bara með því að velja þér viðfangsefni að þá ertu að taka ákveðna afstöðu. En það er bara spurning hversu langt þú gengur í rauninni, þeirri hlutrækni eða þannig. Og túlkun á val og heimildum líka alveg. Allan að persónulega fyrir mér að þá held ég að vera einhver svona hlutlaus sagnfræðistofnun óháð samfélaginu, það er ekki raunhæft. Hún megi leyfa sér að vera þáttakandi í samfélagsumræðu. Já, algjörlega. Og hver einasti sagnfræðingur má eiga sína skoðanir. Einmitt, það er alltaf fjölbreyttur hópur. Og alltaf bara eðli vísind að fólk mun hafa ólíka rannsóknir og mun skora hvort annað og mæla gegn öðrum og þannig þróast vísindagreinin og þróast fræðin. Þannig þróast fræðin og háskólinn en svo er þetta líka hluti af samfélaginu þannig að spurningum hlutverk háskólans og fræðana í samfélaginu. Bara með svona hvort að eiga að hafa beint inngrip. Nei, ég veit ekki, ég velti stundu fyrir mig núna tekið eitthvað dæmi bara utan sagnfræði til dæmis umræðu hér hælisleitendur og flóttafólk
Mér finnst vaða hér upp í stjórnmálaumræðu og bara umræðu í fjölmiðlum alveg ótrúlegt. Það bara byggt á einhverju sem einhver taldi sig hafa lesið í einhverju dönsku blaði einhver tíman. En ég myndi vilja sjá bara háskólan stíga inn í þetta og fara bara út í hefði rannsóknir á stöðu innflytjenda og framlagi til samfélagsins og leggja eitthvað til. Þannig að verði eitthvað grunnur undir vitran umræður, sko. Það verður náttúrulega óskandi. Það er ekki bara að setja hjá og segja að þetta allt saman falsfréttir. Komdu það bara með eitthvað. Og líka að því að við vorum að tala söguna sem að kannski á ekki við yngri sakfræðinga. Þegar fólk búið að vera lengi í fræðunum þá byggir það hægt og bítandi upp svona mikla yfirsýn og þá það kannski hæft til þess að koma með svona samingi, að tala svona stórt samingi hlutana. Mér finnst það mætti vera meira því úr sakfræðinni. Af því að í sjálfu sér þá erfitt að raða svona leikmann út í bæ. Að raða þinni rannsókn og ég fengi hérna heildamynd út úr þessu, sko. Þetta bara svo kjúriósa sem ég hef skoðað. En þetta gaman að vera svona svolítið átökum svona stórsögurnar og stóru þræðina í sögunum sem ég held að svona almenningur og stjórnmálafólk og fólk kannski í öðrum greinum til að vera meiri þáttakatur í. Já, algjörlega. Ég held að svona oft allavega í sagnfræði heiminum núna að þá mjög mikill fókus á svona einmitt smásöguna og sem svo sem árétt á sér og er flott og getur oft verið mitt skemmtilegt. Og einsöguna? Já, einsöguna mitt. Algjörlega. Og en einmitt, en það einmitt, ég veit ekki hvernig væri hvernig væri hægt að búa til eitthvað svona stórt narratív sem væri, það eru náttúrulega til sagnfræðirannsóknir sem eru svona einmitt meira svona yfirgripsmeiri og svoleiðis, sko. En en það er spurning hvernig hægt að miðla því til almennings. Já, en það líka bara einhvern veginn einhvern veginn vera búið að gera þetta. Þú veist, þetta var svolítið svona það sem var vinsælt að gera snemma á 20. öld eða miðja 20. öld að búa til svona grand narratífu og núna erum við einhvern veginn bara kannski sem fræðimenn komið með leið á því. Þú varst ekki til að miðja 20. öld. Hvað segirðu? Nei. Þú varst ekki til að miðja 20. öld. Nei, ég veit það. En við höfum lesið allar þessar rannsóknir, skoðað þær, sko. Og þetta er það sem okkur er kennt allavega á fyrsta árinu þessi stóra samhengið, sko. En alltaf endur þykir sig cirka 70 ára fresti þannig að líklega komið tími á þetta aftur. Já, algjörlega. En það eru líka ákveðnar rannsóknir sem að koma inn með auka eða eitthvað sem að vantaði á þeim tíma. Til dæmis konur sem kjósa var náttúrulega rosalega yfirgripsmikið verk sem að nokkrar sagnfræðikonur skrifuðu og þessi stórsaga í rauninni en þá bara konur frá 1918. Já, það ekki? Það bil. 1915, já. Það er smáræði að segja sögurnar af upprisu kvenna og frelsisbaráttu þeirra síðustu 100 árin. Já, þetta er náttúrulega bara, þetta er eins og símaskar, sko. Ég hafa þetta heima, þetta er alveg risastór bók, rauð og falleg. Það er líka hengjana á eitthvað svona þráð, hvað var það sem að gerðist. Og það eru margar svona sögur sem við erum að glíma við. Uppgangun ífrýsinguna, var það vegna þess að andstaðan gafst upp fyrirfram eða var það vegna þess að það var svona mikil sigur hugmyndabaráttunar eða var það kannski sigurinn að sá að þeir bara drápu andstæðingarna í Suður-Ameríku og Indónesíu. Það er eftir að alls konar stórsögurnar sem eru óleystar, sko. Jú. Náttúrulega miklu meira í dag eins og með þessa bókonu sem kjósa verið af yfirfæra þessar rannsóknir yfir á einleika og samfélagshópa og marga þætti sem kannski hafa ekki verið mikið skoðaðir áður. Það teknir með í reikningin, sko. Já. Það er nýr vinkill á hlutina. En það er sem að hafa fengið að vera með í sögunni. Já. Vissulega. Mjög selektíft. Já, algjörlega. Þröng hurð sem algjörlega. Þið hafið engan áhuga á samtímanum eða 20-stöldinni þið eru að sko 18-stöldinni? Já. Það er einn túlkun á því. Hvað eru þið því að þið eru með, þetta er málþing og þið eru með erindi. Vissulega. Má ég byrja þér Unnur? Já. Legorðsbrot, staða foreldra og trúnaðarsambúð. Já. Þetta er í rauninni bara, mér langaði svo að skoða
óskilgetinn börn, þá sérstaklega, ég veit ekki alveg af hverju ég valdi það. Ég var bara eitthvað að skoða prestþjónustu bækur eins og maður gerir og vildi reyna að nýta þessar mjög góðu heimildir og mér langaði svo að skoða 18. öldina því að hún hefur verið svo lítið rannsökuð og það eiginlega enginn að skoða hana nema bara ég og kannski einhverjir 2 aðrir ungir sagnfræðingar held ég og svo aðeins eldra fólk og já, mér fannst þetta bara að því að mér langar svo að skoða aðeins minnihlutahópa á þessum tíma af því að það sem við vitum söguna á þessum tíma náttúrulega bara aðalinn og kaupmenn og amtmenn og eitthvað svona og ég bara var komið með smá leið á því langaði að skoða aðeins minnihlutahópana og þau sem að minna máttu sín og þetta var náttúrulega fólki sem var að eignast börn utan hjónabands var í flestum tilvikum fátækt vinnufólk eða vinnukonur sem áttu börn með bónda til dæmis og Þetta fólk sem fekk ekki að eigast þannig að það hafði ekki efnarta stöðu til þess. Hafði ekki stöðu til þess, hafði ekki dæmt til geldlífis, stundu sagt. Já, í rauninni. En það ekki hægt að dæma fólk til geldlífis, að ástin Já, einmitt, það náttúrulega kynórkan sterk. Svo er náttúrulega fólki eða konum sem var nauðgað. Hvað segirðu? Svo er konum sem var nauðgað. Já, það erfitt að segja til það í gegnum svona heimildir, sko. Nefnum að viti af, eða það hafi verið dómsmál til dæmis, þá kannski en maður veit aldrei í þessum heimildum að þetta eru svo mjög ópersónulegar heimildir. Það sem ég að skoða eins og bara prestþjónustubækurnar, þar sérðu bara skráð óekta barn, segjum bara Guðrúnar Jónsdóttur, vinnukonu á X-bæ með hennar barnsfaðir Jón Jónsson á X-bæ. Þannig að það gert að benda á barnsföður sinn? Já. Og suma konur lögu það oft var það bara, já, einmitt einhver Jón Jónsson og það ekki þetta að finna þennan Jón Jónsson, sko þannig að það hafi bara verið eins og Karl Karlsson já, í rauninni, þetta bara, það voru svo margir Jón Jónssoni, ef þú reynir að leita á Jón Jónsson á Íslendingabók, þá ekki nóg að setja bara fæðingarárið, þú verður líka að setja titil og eitthvað svona það voru svo margir Afi minn Karlsson vegna þess að það veit ekki hver pabbi hans Já, einmitt þannig að þetta eru svona þannig sögur og svo var ég líka að skoða þetta í samhengi við öll harðindin sem voru á tímanum náttúrulega móðuharðindin sem allir þekkja svo var líka rosalega mikið harðindatímabil 1750 mikill hafís og bara mjög kalt í veðri blautt sumur og mikil hungursneið á þeim tíma og svona hvernig hungursneið hefur áhrif á fæðingatíðni og þá líka frjósemi og allt það og þá mjög áhugavert að sjá að óskilgetni tíðni á óskilgetnum börnum var bara helst bara eins, hún var ekkert að breytast sem er mjög áhugavert af því að á hungursneiða tímabilum þá náttúrulega dettur niður kynhvöt fólks af því að það er bara einblína sér að því að lifa af að borða og, já, það er þannig, það er bara líffræðilegur eiginleiki okkar að við bara kynhvötin bara dettur niður og þú ert bara einbeitaður að því að lifa af og þá falla líka fleiri niður í fátækt þannig að fjöldin sem er líklegur til þess að vera með óskilgetu börn getur fjölgað, eða ekki á sama tíma? Ekkert endilega af því að það náttúrulega falla svo margir frá og hungur gerir í rauninni voðalega lítið mun á stétt sérstaklega á Íslandi af því að það var bara mjög lítið aðgengi af mat og á þessum tíma voru minnum mig ekki neinn dönsk skip á leiðinni til landsins þannig að það var bara engin matur í landinu nema fyrir þá sem voru alveg mjög ríkir en þegar að svo margir fjallu frá þá losnaði mjög mikið jarðnæði og þeir sem voru fátæki fyrir og lifðu af þeir komist að og fengu jarðnæði og gátu komið sér upp búi og eignast fjölskyldu og stofna fjölskyldu og átt börn ekki í lausaleik þannig að bætir meðaltalskjör í stöðnu samfélagi að fækka já, þannig að maður sér það sko í þeim tölum sem ég tók saman er að eftir móðuharðindin þá lækkar óskilgetni niður alveg svakalega
og fæðingatíðnin, almenn fæðingatíðni fer upp alveg svakalega. Þannig að það endurspeglar þetta að fólk fær jarðnæði og hefur efni á því að stofna fjölskyldu, koma sér að. Og fer reynir það, þangað til að næsta herðaverði kemur, þá leysast fjölskyldunar oft upp og fólk verður aftur í vinnumennsku. Nákvæmlega. Þetta var gangur lífsins svolítið á þessum tíma, sérstaklega frá 1750 til 1800 það var svo mikið það var líka Kötlugos minni með 1766 og já, ef maður skoðar annála, það er bara harðindi eftir harðindum og bara, það hættir ekki einhvern veginn mikið fólki, en svo náttúrulega, svo ég að skoða þetta fólk líka í meistarritgerðinni minni þá börnin sem fæddust á þessu tímabili fara svona í einsöguna, skoða þetta fólk og í rauninni þá bara gekk þeim ótrúlega vel miðað við hvernig ástandið var í landinu. Flestir náðu sér vel á strik, sko. Þannig að það er alveg ótrúlegt hvað fólk þeir sem fæddust á þessu tíma. Þessi börn, sko, sem ég var að skoða. Og það er alveg ótrúlegt hvað fólk kom sér vel á strik, sko. Þrátt fyrir öll þessi harðindi og erfiðleika. Af hverju? Það er bara mjög ýmislegt þetta er svo margbreytilegt, sko. Sum náðu að koma sér í hjónaband með einhverjum sem var aðeins betur settur. Það er nú mjög algengt á þessu tíma. Aðrir fóru bara í húsamennsku. Eldri maður giftist yngri konu og svo deyr hann og þá þarf hún að halda búinu áfram og finnur sér þar yngri mann sem er betri til verka heldur en jafnaldrennar og svo gengur þetta svona mjög áhugavert að sjá þetta, sko. Já, það gerist alveg. En svo gerist það líka stundum að hún bara giftið sig ekkert neitt aftur. Hún er bara nógu vel staðið til að geta halda búinu sjálf. Fær kannski son sinn til að vera fyrirvinna fyrir búinu. Þegar það var verið að allavega íta á það að konur væru með fyrirvinnu þótt þær væru alveg frekar sjálfstæðar, sko. Þetta er ekki búið. Herðu, Þórey, þú varst að skoða karlmennskuna? Já. Á 19. öld? Já, ég er einmitt ekki á 18. öldinni. Já, ég var að skoða svona birtingamynd karlmennskunar í lærðaskólanum á seinni hluta 19. aldar. Og ég vann þetta aðalega út frá heimildum sem heita Árbækur lærðaskólans, sem ólíkt heimildunum hennar unnar eru sko mjög persónulegar. Þetta eru í rauninni annálar sem þeir skrifa Hvorum annan? Hvað segirðu? Hvorum annan? Hvað sem þeir skrifa hvorum annan? Já, og sjálfan sig og þetta er bara lífið í lærðaskólanum og þessum heimildum er ekki þeim var ekki ætlað að koma undir augu annara en skólapilta. Þannig að það er mjög mikið slúðri og í rauninni ósiðlegum hlutum sem koma hana fram. Hvað er ósiðlegi hlutir? Bara þeir lýsa, kynlífi og bara í rauninni svona hegðun sem sæmir kannski ekki fyrirmynda mönnum eða þannig. Og svona, ýmsum ólátum og þetta er mjög áhugaverð lesning þessar árbækur af því að þeir eru ofta að grínast, þetta getur verið mjög fyndið, en svo er þetta oft mjög meinfísi líka, þegar maður sér alveg að það birtist einelti þarna á síðum þessar bóka og ýmislegt. Og ég fann þennan fjarsjóð sem að þessar árbækur eru og ég ákvaða að nálgast þær með svona kynjafræðilegu sjónarmiði. En er þetta traustar heimildir eða ertu að fjalla bara það hvernig þeir töluðum og ráða í þeirra karlmennsku hugmyndir út frá því hvernig þeir tala? Eða... Já, sko, þetta er kannski ekki... Hvað eru slúður ábyggileg heimild? Sko, já, það er nefnilega málið, sko. Það er það sem er svo áhugavert við þetta. Þeir eru án efa, að ýkja og maður myndi ekki taka þessu bókstaflega sem þeir eru að segja, sko, alls ekki. Þetta er ekki þannig lesning, sko. En þeir eru samt,
það örugglega eitthvað að náttúrulega þetta byggt á einhverju, þannig að það svona eitthvað hægt að lesa á milli línana, en það sem þeir fjöður, einmitt, en það sem þeir kjósa að segja lýsir ákveðin hátt þeirra viðhorfum til eigin karlmennsku og í rauninni samfélagsins sem þeir tilheyra og þeir sinna stöðu innan þær samfélag maður sér hann alveg þó að þetta sé svona í gegnum í rauninni sögur sem gæti verið að einhverju leyti legarsölu. En hugmyndir þeirra karlmennsku, eru þær mikið ólíkar hugmyndum manna í dag karlmennsku? Já og nei. Það er nefnilega eitt sem svo skemmtilegt, sem ég þótti mjög skemmtilegt í vinnslu þessar rannsóknar, að karlmennskan svo margbreytilegt fyrirbrigði og það eru alveg þræðir sem hafa lifað til dagsins í dag í hugmyndum karlmennsku, en svo eru aðrir aðrar hliðar þeirra hegðunar sem tengja má við karlmennsku sem hafa ekki lifað og eru talsvert ólíkar því sem við þekkjum. Eins og maður upplifir svona meiri tilfinningulegri nánd á milli þeirra. Þeir eru svona ég allan að fékk það á tilfinninguna, þeir eru oft svona opnari við hvern annan með svona og tilfinningar hluti og svo líka þeir þeir eru líka svona viðhorf þeirra til kvenna eru svolítið öðruvísi. Þeir eru með mjög svona skilgreina konur mjög mikið út frá stétt og þeirra viðhorf til kvenna eru mjög ólík því sem að kannski má sjá í dag, en samt líka lík. Það þeir eru álita konur svona óæðri sér sem hann alltaf hefur minnkað í dag en þeir einhvern veginn líta á yfirstutta konur sem svona hálfgerðar prinsessur og eitthvað sem þarf að vernda upphefja þær en svo lágstutta konur eru bara svona pínu til kynferðislegra afnota eða þannig og þessi tvískipti skilningur myndi ég halda er eiginlega farin í dag þannig já, það er og upphefja mæður sína líka? Já, jú, það er móðir meyja mella já, maður verður samt ekkert mjög var við það í árbókunum þeir tala ekki mikið mæður sínar eða þannig eða þeir náttúrulega eru úlingar og eru kannski svolítið að brjótast frá fókusin ekki á mömmu lengur þannig að þeir eru miklu meira að pæla í stelpum einhvern veginn og stelpunum í bænum og hvernig þær eru og hvað þær eru að gera og svona þannig að maður verður ekkert voða var við móðurímyndina en föðurímyndin, hún er mjög mikið til staðar af því að þeir eru í lærðaskólanu sem á þessum tíma var árabilinu sem ég er að fjalla og þá er hann staðsestur þar sem MR er í dag og þeir eru þetta var aðal samkomuhús bæjarins á þessum tíma og fínasta húsið og kóngurinn kom þannig í heimsókn árið 1874 og það var alltaf haldnar konungsháttíðir þarna í þessu húsi og þá komu helstu mektarmenn landsins og fögnuðu kónginum og þeir eru í þessu umhverfi og þeir hafa þessar föðurímyndir í kringu sig þannig að það er svolítið eins og föðurímyndin hafi verið svona svolítið sterkari heldur en móðurímyndin. Hvað gerum við þetta? Það er góð spurning. Þetta er svona eins og þú talaðir þetta er svona pínu kuriosa bara sérstaklega þú sér samt svona þræði í einhverjum karlmennsku hugmyndum sem sömuleyti ganga bara aftur og aftur og það er ekki þannig eins og við séum öll með sömu karlmennsku hugmyndina í dag. Nei, mér finnst oft í umræðum karlmennsku í dag og maður er orðið var við svona pínu bakslag í kynja umræðin og svoleiðis og oft þeir sem að tala fyrir kannski svona pínu tæpum karlmennsku hugmyndum að þeir tala alltaf eins og þetta hafa alltaf verið svona og þeir tala alltaf eins og karlmennskan sé einhver fasti sem er óhagganlegur en
mér finnst eins og þessi rannsókn og bara, já, ef maður lesir til bara samfélög og fleira og þá veit maður að það ekki rétt. Karlmennskan mjög margbreytileg og miklu, hún náttúrulega einhverju leyti líffræðileg en að miklu leyti menningarleg og og já, og mér finnst þess að fólk kannski mætti taka frá þessari ritgerð minni að karlmennskan menningarlegri þáttur heldur en margir gera þess grein fyrir og bara kynja hlutverk almennt. Hún hafi ekki bara verið svona genískur fasti og svo hafi hún úrkynjast á tímum síðustu áratugum og svo kemur Jordan Peterson og reisir hann að við. Já, einmitt. Það náttúrulega algjört, já, alveg glóruleið. Þannig, já. Herðu, Kolbeinn, þú fórst að telja til eigur vinnuhjúa í Skagafirði? Heldur betur. Já. Og kom í ljós að þau áttu miklu meira heldur maður hélt? Já, að mörgu leyti, náttúrulega sum voru viss. Sko. Ég hef alltaf brennt mikið fyrir því að skoða einst fólk og einstaklinga og ég byrjaði þessa rannsókn á því að ég hafði skrifað kannski nokkrar ritgerðir í áfengum í háskólanum í náminu mínu. Það sem að ég var að skoða æviferils fólks eins og í kringum heimildum líkt og dánabúum, bara hvað þau skildu eftir sig og hvað var metið og mikið og það vaknaði upp hugmynd hjá mér að greina betur fjölbreytileika vinnuhjúma því en hefðbundna söguskoðun á vinnuhjúum svolítið það að fólk lýsir þeim svolítið eins og verkafólk í dag eins og það hafi verið svona ákveðin stjætt og þau hafi flest búið við mikla fátækt og undirokun og harða lífsbaráttu og vissulega mörg gerðu það. En markmið með rannsókninni minni var að greina betur hversu margslunginn hópur þetta var. Út frá þáttum líkt og kyn og uppruna og æviferils og fjölskyldu og þetta og aldurs sérstaklega. Og ég tók þá fyrir 50 þannig dánabú á tímabilinu 1840 til 1870 og út frá því tók ég 16 einstaklinga þar til frekar lífsferils athugunar og var þá að bera saman hvað þau áttu við hvernig ævi þeirra hafði verið. Og þá komst í ljós að það var allur gangur á því og í rauninni voru skilin milli þess að vera bóndi og vera vinnuhjú, þau voru oft á tíðum mjög þunn eins og mikið af ungu vinnufólki kannski komu af stórbíla, af efnum foreldrum og hefðu kannski með öllum líkindum hefðu ekki dáið títusaldur stofna bíli seinna meir og margir voru á þeim tíma að safna skepnum og kannski ný gift Þannig að vinnuhjúin áttu kannski nokkrar skjátur, áttu einhverja hluti vissulega, og það var eiginlega svona ég veit ekki, einhver leyti þá var búið eins og í áttina einhverju samvinnu rekstri þótt að hafi ekki verið það. Jú. Það ekki alveg gott að horfa á þaðan eins og horfa á þetta sem launagreiðandi og vinnumaður. Já, og á sama tíma náttúrulega allur gangur á því hvernig launin voru útfærð. Þetta ekki hefðbundnar peningagreiðslur eins og í dag og þetta voru oft samkomulag milli bónd og vinnuhjú og sumir húsbændur gátu verið mjög góðir og náttúrulega bændur gátu líka verið misefnaðir og það náttúrulega hafði mikil áhrif á margt. En sum vinnuhjú vissulega kannski glímdu við harðindi allæfi og voru bara vinnuhjú allæfi. Önnur hefðu með öllum líkindum stofnað bíli seinna meir. Sum eldri vinnuhjú voru eitt sem bændur en bara brugðu búið seinna meir og voru þá misjafnlega efnuð. Og aðrir bara hefðu verið vinnuhjú og bara lifa gegnum harðindi og eilífa lífsbaráttu allæfi. Þannig að það var mjög fjölbreytilegt. Það var helsta niðurstaðan. Og flókin hag samskipti að ég bý hjá þér og ég slæ eitthvað tún en ég mínar skepnur að einhver leyti líka Jú, að því margir litu Það er eiginlega vonlaust að skilja þetta þegar maður að reyna átt að segja þessu Jú. Það getum ekki endurtekið þetta En mín helsta niðurstaða var að það er betra að líta á vinnumennsku á þessum tíma sem ákveðin starfsgrein frekar en ákveðin samfélagsstétt að því það var svo rosalega mikið flakk á milli þeirra Vinnuhjú gátu orðið bændur, gátu orðið vinnuhjú aftur, bændur gátu brugðið bíl og orðið vinnuhjú. Allur gangur á því í rauninni. Þetta kemur inn á sem kannski einföldu sögunar að kannski undanfarin 20-25 ár að þá hefur hugmyndun
vistabönd og vinnuhjú sem voru dæmd til geldlífis, allir áttu sér draum að búa sér til einhverja fjölskyldu og svo kom aðeins skárri tíð eða einhvern hallæri þannig að losnaði eitthvað heiðabíli og þá fórum við upp á heiðina og vitandi það að ef það kæmi hart vor þá yrðum við að bregða búi en við lifðum þó einhverju sjálfstæðu lífi á heiðinni í 6-7 ár og röktu svo aftur inn í vinnumennsku og töpuðum sjálfstæðin okkar og börnunum var dreift yfir á annastu bæi og svona, þetta vera svona sagan sem að ég fengi fólk sem að tala að við ættum kannski bara að fara að horfa á þessa sögu vegna þess að við erum bara með innbyggða geníska áfallastreitur öskun á því að hafa að lifa þennan tíma. Algjörlega. Það mætti segja, já. Örugglega, algjörlega. 100%. Við erum náttúrulega afkomendur þess fólk sem að liði allt þetta harðari af, sko, sem er náttúrulega bara ótrúlegt þegar maður heyri lýsingar á því hvernig ástandið var í landinu. Bara ótrúlegt að einhver hafi lifað þetta af, sko. Bara harðind og eftir harðindi, hver og eftir öru. En þá getur líka skiljanlegt að við viljum bara ekki heyra, þú veist, svona 1-2 kynslóð við viljum bara heyra ekki orð þetta, sko. Já. Þegar við sluppum. Getur það ekki verið að sé svona... Það er alveg líklegt, sko. Því að við getum ekki byggt á einhverjum hörmungunum, sko, áfallinu. Já, ég sé þetta samt meira sem svona, við erum eins og Fönixinn, sko. Við rísum upp öskunni, sko. Við lifðum þetta af og við... Það nú einn góð sagan við hafum harð barátta við náttúruöflin, að við gert okkur svo harðger að við getum eiginlega hvað sem er. Já. Já. Það, ég trúi því, sko. Harðar aðstöð. Við erum allan mjög harðbyggt fólk, tel ég, sko. Við erum mjög... Hvað duga það í marga kynslóðir? Já, það er góð spurning. Það er mjög góð spurning. Við þurfum kannski að spurja íslenska erfðagreiningu eða eitthvað. Já, ég þekkti einu svona ættfræðing sem nú því miður fallið frá og hann var ofta, hann hafði sérstakann áhuga á svona ættum og ég menna hann tók einhvern svona dæmi af Tórsættinni og svona típisk ætt, sko, þar sem að Tóri Jensen var auðsólega einhver afburðamaður, hvernig, þú veist, ég er ekki sem einhver góður maður, en hann gerði óa margt. Svo svona næsta kynslóð, náði svona haldi í horfinu en þriðja kynslóðin alveg glötu sagði hann, sko. Og þið kannist við þessa hugmynd. Jú. Þá er ég svona með þetta viðsjöum herta baráttu við eld og ísa. Er það ekki löngu farið úr okkur? Búin að vera í ég held að þetta fæsti kókaböfskynslóðum kom og ég held að hún sem eins að fóreldra eitthvað, sko. Ég held að þetta fæsti svolítið í okkur, sko. Þetta mótar einhverja sjálfsmynd algjörlega, sko. Ég held að það sé kannski meira það að einhvern veginn þessi áföll að við erum með ákveðna hugmynd hvað við erum út frá þessu, sko. Og hún fæstir sig í menningunni og það dreifist milli kynslóða á einhverju leyti sko. Ákveð svona minni kynslóða. Hún getur líka verið neikvæð að við göngum með svona áföll inn í okkur og við séum kannski auðveldra með að beygja okkur undir vald. Það er önnur svona kenning sem er það fer örugglega bara eftir því hver það er sem að skoðar eða þú veist, hvernig þú sérð. Þú situr ekki sem vinnumæður inn í baðstofunni á stórbóndanum og segir hans bjáni. Þannig að við erum bara með inngrófi líka í það að bara svolítið og líka bara harm okkar hljóði, það er nú líka sagt En ég held reyndar að það sem ég er að tala núna er svolítið sín sem við höfum á söguna og eins og þú varst að benda á og þá er oft breytið sagan þegar maður horfir á hana. Það var ekki alveg þannig að það var sálgæsla, við vorum ekki öll svona kaldranarleg og hert. Nei, það er kraftur afturlitsins. Já, það var meiri mennska í samfélaginu var. Herðu, þú ert búið með meistaraprófið, ætlar að fara að starfa sem sagnfræðingur? Ég er eins og stendur að starfa á Þjóðskjalasafni Íslands sem skjalaverður. Ég vil skilja þar, þannig að... Er það draumur sagnfræðingsins að vera skjalaverður? Tja, það er umdynalegt. Vera innan skjölin. Já, og hver veit hvert þú því farið í doktorinn seinna meir, en það er bara framtíðin að gera. Þú ert að stefna á meistararitgerð? Já, ég er vonandi að fara skilinu núna áramótin ef allt gengur upp, en það er hægar sagt en gert stundum. Þú ert að halda framjá með einhver allt annari grein? Já, í bili allavega, já. Komin í hvað? Ég er að læra japansku núna og það væri, draumurinn er að fara mögulega í japanska sögu í master eða í einhverjum svona þýðingar á mér þætti mjög gaman að geta þýtt sagnfræðilegar heimildir til dæmis, Nihon Shoki og einhverjum svona bækur. Herðu,
gaman að fá okkur Unnur, Þóri og Kolbjörninga spjalla eins þess að þeir að gera og sagfræðina og málþingið sem er á sunnudaginn. Já, á laugardaginn. Á laugardaginn skal það vera. Gangi ykkur vel með það. Takk fyrir. Takk hérlega fyrir. Já, þetta eru lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka öllum gestunum sem hafa hingað komið og Maríu Lilju fyrir að hjálpa mér við að taka viðtölin. Pétri Fjellsteð og Laufeyju Ólafsdóttur fyrir að taka upp og senda út og ykkur fyrst og fremst sem hafið setið eða staðið, ég veit ekki það, og hlustað eða hort. Þið breytið þessu samtali okkar í fjölmiðlun. Þið getur verið virkir þáttaköndur tennanátt, annars vegar með því að bara benda vinum og vandamunum á efni sem ykkur líkar hér. Sagt frá því að það með finna efni okkar á Facebook, á YouTube, í öllum hafðarsveitum, í útvarpinu, 89,1 á FM á höfuðborgarsvæðinu og svo er líka að sækja þær útvarpsendingar á spilarann, bæði á netinu, spilari.is og svo spilar líka app sem á maður hlaðinur í síman og hlusta á samstöðinu og allar íslenskar útastöður, hvað sem er í heiminum, þar sem er net á annað borð og svo erum við komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við Síman, fjarskiptafyrirtæki Síman. Þar erum við númer 5 á fjarstýringunni. Kannski, veit ekki, eftir vill munu önnu fjarskiptafyrirtæki sjá vilja bjóða sínu viðskiptavinum líka upp á efni frá samstöðunni 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræðu við þetta rauðaborð og í öðru þáttum samstöðunnar. Þið getur bent á þetta en svo hluti af áhorfendum, stór hluti, hefur ákveðið að leggja samstöðunni lið og átta sig á því að því fleiri sem áskrifendur eru því meira efni búið til, allir peningar sem hingað koma inn fara í því að búa til efni fyrir sig. Þannig að ef þú vilt slást í þann hóp þá getur þú gerst áskrifandi með því að fara inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Þú getur ítt á hann og skráði fyrir 2.500 krónur sem er grunnáskriftin, þú mátt borga meira þú vilt og þau sem er kjósa geta látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið, það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er tilraunaverkefni það hvort að áhorfendur og áheyrendur geti byggt sameiginlega upp öflugan umræðuvettvang og fjölmiðil á Íslandi sem að ríkir kallar geti ekki náð undir sig. Sjáum til hvernig það gengur, en ef þú kannski löngu búin að ákveða að slást í hópinn þá hvet ég til þess að gera þess að fyrst því það hjálpar okkur til þess að móta svona vetrardar svona. En þetta er orðið nóg í bíli, ég ætla að segja góða nótt og sjáumst á morgun klukkan 16, klukkan 4 í eftirmiddaginn að þá höfum við það sem við köllum vikuskamt, það sem við förum yfir fréttir vikunar með góðum hópi fólks. Góða nótt í bíli. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.